Við skulum leysa dæmi 3 í skilaverkefni 1. Í fyrsta lagi þá eigum við að finna hversu marga möguleika við höfum á að búa til 4 stafa tölur sem stærri en 4000 með því að nota bara þessa 5 tölustafi hér. Allt í lagi, við hugsum þetta svona, við erum með, ef við ætlum að búa til 4 stafa tölu, þá er eins og við séum með 4 hérna hólf til að búa til töluna. Þar sem að þetta er fyrsta talan í tölunni sem við búum til, þetta er önnur, þetta er þriðja, þetta er fjórða. Og svo hugsum við hversu marga möguleika höfum við í hvert hólf. Það er að segja, ok, já, fyrir fremstu töluna, fremsta talan þarf alltaf að vera 4, af því hún þarf að vera stærri en 4000 og við höfum bara úr þessum að velja. Þannig að fyrsta verður alltaf að vera 4, þannig að við höfum bara 1 möguleika hér. Ok, hvað höfum marga möguleika næst? Ef að fyrsta er 4, þá er sama hvaða stafur hérna þetta er, þannig að þetta er bara einn af þessum 5. Þannig að hérna höfum við 5 möguleika, næst höfum við 5 möguleika og þar á eftir höfum við 5 möguleika. Þannig að það er reglan sem við erum alltaf að nota hérna er það sem við kallast margföldunarreglan. Þannig að þetta er svolítið, þannig að þegar ég hef 1 möguleika, 5 möguleika, 5 möguleika, 5 möguleika, þá eru heildarmöguleikarnir 1 sinnum 5 sinnum 5 sinnum 5. Það er að segja þetta margir möguleikar á því að gera tölu stærri eða jafnt og 4000. Af því að hérna erum við með 4000 náttúrulega með, af því við hefðum getað valið 4 hérna og síðan 0 og síðan 0 og síðan 0. En spurt um tölur sem eru stærri en 4000, þá þurfum við að taka burt töluna 4000. Þannig að þetta er fjöldi möguleika sem eru stærri en eða jafnt og 4000. Svo við höfum 1 sinnum 5 sinnum 5 sinnum 5, það er að segja 5 í þriðja mínus 1 möguleiki út af 4000. Svo þetta, það er að segja 5 í þriðja er 125, hann er 124 möguleikar á tölum stærri en 4000. Já, svo þetta er svarið okkar. Nú og hugsaum við taflmót, þar sem að við erum með 24 menn sem að keppa á móti. Ok, og hver þarf að tefla við alla hérna? Einu sinni, þar að segja. Við getum hugsað þetta á nokkra vegu, en við skulum hugsa þetta svona. Fyrsti maðurinn, hann þarf að tefla við 23 manneskjur fyrst. Þegar að einn maður er búinn að tefla við 23, þá er hann búinn að tefla, því að 24. maðurinn er hann sjálfur. Hugsum okkur að fyrsti maðurinn sé búinn að tefla við alla sína 23, þá kemur annar maðurinn og hann á eftir að tefla við 22, af því að hann er búinn að tefla við fyrsta manni. Næsti maður á þá eftir að tefla við 21 mann og, eða konu náttúrulega, þetta er bara eitthvað taflmót, þannig að þetta hérna, útkoman úr þessari hérna sumu myndi vera svarið okkar. Við veitum að ef allir eru búin að tefla við alla nema 2, þá mun svo síðast í hérna tefli við 1 síðasta mannin og síðasti maðurinn er þá búinn að tefla, hann þarf ekki að velja neitt. Þannig að ef við kunnum leið til að skrifa þessa sumu upp með öðrum hætti, þar að segja að þetta er suman frá 1 og upp í 23, þannig að við getum skrifað þetta svona með sumutakni. Við mögum ekki gleyma því sem við erum nýbúin að læra. Þannig að þetta er summan frá 1 og upp í 23 Ok, og í síðasta dæmi þá lærðum við formúluna fyrir þessu. Formúlan var 23 sinnum 23 pluss 1 sem eru 24 deilt með 2, en það eru 23 sinnum 12. Og hvað eru 23 sinnum 12? Það eru, krassa hérna, það eru 2300 pluss 600 og,
246, það eru 276. 276 möguleikar. Ok. Og nú þurfum við að búa til dæmi þar sem svarið er 8C2 sinnum 6C3. Jæja, nú þurfum við bara að muna hvað 8C2 þýðir. 8C2 þýðir bara ég vel 8 af 2. 8 af 2, ég er með mengi af 8 og vel 2. Og síðan er ég með mengi af 6 og vel 3. Jæja, það er hægt að búa til allskyns dæmi og ég fyrir kannski ekki út í að nefna mörg dæmi, en þetta er bara, en almennt, ef ég tala bara um þetta, almennt þá er ég með 8 staka mengi, segjum bara 8 manna bekkur á hve marga vegu get ég skipt honum í 3 hópa. Það er þar sem 1 er 2 manna og 2 eru 3 manna. Ok, þá sjáum við að fyrsta lagi þá er ég er upphaflega með 8 menn og ætla að velja í 2 manna hópinn. Þá hef ég 8C2 og svo þarf ég að velja í hina 3 manna hóp. Þá hef ég 6, að þeir eru 6 nemendur eftir og ætla að velja 3, þannig að ég svona, og síðan næst er ég bara með 3 manneskjur eftir og ætla að velja í 3 manna hóp, en það er náttúrulega ekkert val, þannig að það er bara 3C3 og 3C3 er bara 1, svo að það skiptir ekki máli. Ég get alltaf strókað það út. En já, allavega. Þannig að þetta hérna er bara svona frekar almennt dæmi þar sem að 8C2, þetta er náttúrulega sama og 8C2 til að fylgja hennu með, sinnum 6C3 er svarið.